bara gefa gott klapp. Þetta var sungið á 3 tungumálum. Gera þér betur. Það svona svolítið gönguþema í kvöld og sumarþema. En það félagar úr Kór Lindakirkju. Það Anna Bergljót, Ragna Björg Sjöfn og Sigrún Hermanns sem leiða sönginn undir stjórn Óskars Einarssonar og með honum í kvöld Palli á bassa og Þórir á hammond. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn sem nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og þá skulum við syngja saman fallega sálminn í bljúgri bæn. Ritningalestur dagsins úr sálmunum og yfirskriftin helgigöngu ljóð. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá megið þið sem auðvelt með rísa á fætur og við heyrum heilagt guðspjall.
Það stutt en innihaldsríkt. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þá skulum bara standa áfram og játa saman trúna okkar. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisn mannsins og eilíft líf. Amen. Og við fáum okkur sæti og við fáum lagið Ást. Þetta yndislega lag sem sennilega eitt vinsælasta brúðkaupslag fyrr og síðar, allavega seinni ár, og allar þessar dömur hafa örugglega sungið þetta einhvern tímann í brúðkaupum. Þetta rataði í nýju sálmabók Þjóðkirkjunnar núna í fyrra þegar hún kom út, þannig að þetta lag eftir Magnús Þór Sigmundsson og textan á Sigurður Nordal, og nú ætlar hún Sjöfn að fá að leiða þetta í dag einsöng. Sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag. Þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Svölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís. Svali á sumardögum og sólskin vetranótt. Þögn í seiðandi sölli og söngur ef allt hljótt. Söngur í þöglum skógum og þögn í borgana dim. Þú gafst mér jörðina og grasið og Guð á himnum aðeins. Þú gafst mér skinn og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann hvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ég fæddist til ljóssins og lífsins, lærði ég að una þér. Og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfum mér. Aldir og andartök hrynja með undursamlegum nið. Það ekkert í heiminum öllum nema eilífðin Guð og við. Þú gafst mér skinn og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann hvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ég fæddist til ljóssins og lífsins, lærði ég að una þér. Og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfum mér. Þú gafst mér skinn
Dásamlegt. En náðu sig með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Við erum öll að glíma við eitthvað, það ekki? Ef ekki við sjálf akkurat núna, þá einhver okkur nátengdur eflaust. Og við höfum ekki hugmynd hvað fólki sem við mætum í dagsins önn að ganga í gegnum. Mér langar að segja ykkur aðeins frá lærdómsríkri ferð sem ég fór í núna í maí. Þannig ég hef aldrei verið mikil íþróttamanneskja, en fyrir ári síðan þá fór ég að ganga á hverjum einsta degi bara til að bæta þrek og heilsu. Og ég fann fljótt hvað þetta gerði mig gott og ég ræddi þetta við Daða stjúpson minn sem mikill göngugarpur líka og ég sagði honum að mér langaði svo að fara til útlanda í einhverjum svona gönguferð. Og Daði hafði þá búið á Ítalíu í 2 ár og hann stakk upp og ég kæmi bara til hans og við myndum fara í göngu saman. Hann tók að sér að skipuleggja ferðina, bókaði gistingu og allt svoleiðis og ég bara mætti á staðinn. Og ég hafði sagt honum að ég gæti alveg gengið upp smá halla eða smá brekkur en ég vildi ekki fara í neitt klifur eða eitthvað hættulegt. Og leiðin sem var fyrir valinu kallast Via Dei eða Path of the Gods, leið Guðanna, eitthvað svoleiðis. Og hún liggur á milli Bologna og Flórens. Og Daði lagði til að við myndum ekki lesa okkur of mikið til áður en við færum út. Að þetta kom okkur óvart, það væri miklu skemmtilegra. Og það var nóg, hann var búinn að kanna það að fólk sem í ágætis gönguformi ætti að ráða við þetta. Þannig að sem betur fer tók ég hana á orðinu. Það sem ég sá fyrir mér þegar ég kom út var að við myndum rölta í rólegheitum á milli fallegra þorpa á Ítalíu. En svo hófst gangan. Fyrsti dagurinn var að mestu leyti bara upp í mót. Og ég hugsaði með mér við hverja brekkuna að eftir þessa brekku þá kæmumst við örugglega á láréttastíginn. En hann var víst bara til í huga mér. Og það var eins gott að ég tók astmapústi með mér. Því til að gera langa sögu stutta þá var þetta bara fjallganga, allan tíman, í 6 daga og rúmlega 130 kílómetra. Og við gistum bara í fjallaþorpum á leiðinni. Ef ég hefði vitað þetta fyrirfram og séð, þetta voru bara svona toppar, þá hefði ég örugglega ekki lagt í þetta. Ég hefði örugglega bara gefist upp fyrirfram. En ég svo þakklátt fyrir að hafa farið að því þetta var eitt mesta ævintýri sem ég hef lent í og upplifað. Og það var svo mikill sigur líka að geta þetta í lokin. Ég veit alveg að fullt af fólki og kannski þið líka hefur farið í lengri göngur og erfiðari. En fyrir mig var þetta allavega mikil áskorun og mikill sigur. Svo ákváðum við Daði líka að þegar við lögðum á stað að skoða alltaf bara 1 dag í einu. Sem sagt að kvöldi dags þá tókum við svona stöðufund og fórum yfir næsta dag, hvaða leið við ætluðum að ganga, hvað við getum stoppað í ef það væri matur og búið á leiðinni eða ef það var ekki. Bara taka 1 skref í einu, 1 brekku í einu og 1 dag í einu. Og það var alveg heilmikil núvitund í þessu og mjög hollt fyrir mig sem vil alltaf plana svo langt fram tíman. Og það var náttúrulega ekki inn í myndinni að gefast upp á leiðinni, af því við vorum eiginlega ein á gangi, við mættum ekki mörgum. Það var greinilega svona off-season. Við vorum bara ein á gangi upp í fjöllum, inn í skógum og svo áttum við náttúrulega alltaf bókaði gistingu fyrirfram. Og við fórum í gegnum dimma skóga þar sem trén voru svo há að sólin náði ekki að skína inn. Og stígarnir voru oft eitt drullu svað eftir rigningunæturinnar af því sólin hafði ekki náð að þurrka. Þannig að blaut drullan og rætur trjánna sem stungust upp úr gerði þetta svona þrautabraut sem var mjög skemmtilegt. En það sem kom mér upp brekkunar og í gegnum þrautinar fyrir utan astmapústið, það var trúin. Ég tók bókstaflega bara 1 skref í einu og ég bað Faðirvorið í hljóði mjög hægt. Svo taldi ég skrefin mín upp í 100, aftur upp í 100 og ákvaða eftir næsta 100 þá myndi ég stoppa og ná andanum og fá mig vatn. Og ég
reyndi að horfa ekki upp og sjá hvað brekkan væri löng. Svo auðvitað bað ég Guð að gefa mér styrk, mjög reglulega. En þvílík fegurð sem fylgdi hverjum toppi sem við náðum. Að því að erfiðu brekkunum fylgdi nefnilega óviðjafnalegt útsýni og sem gerði þetta alveg þess virði. Og eftir á að hyggja þá er ég svo þakklátt fyrir að ég hafði ekki rétt fyrir mér. Af því það hefði ekki verið jafn mikil reynsla að labba bara á jafnsléttu og hefði örugglega orðið þreytandi með tímanum, sko. Og sko eftir þessa ferð þá hef ég verið svona mikið að hugsa að þetta er í raun ekkert ólíkt lífinu sjálfu, ef ég að vera svona djúp. Að því að stundum er lífið bara létt og skemmtilegt, en stundum koma brekkur. Og við kannski sjáum framtíðina einhvern veginn fyrir okkur á einhvern hátt, en svo bara gerist eitthvað óvænt. Og það breytir öllu og leiðin verður ekki eins greið og við höfum ímyndað okkur. Og svo hef ég líka að hugsa að ég er svo fegin að geta ekki séð allt lífið fyrir mér. Að vita ekki hvað tekur við. Að því ef þið ímyndið ykkur bara, að þið hugsið tilbaka, ef þið hefðu getað séð fyrir ykkur, bara þegar þið voru mjög ung, öll erfiðu verkefnin og alla brekkunar sem þið eru búin að ganga í gegnum, að þið hefðu séð það bara 20, hefðu þið lagt í þetta? Ég veit það ekki. Það hefði allan verið mjög auðvelt að gefast upp fyrirfram. Og líka örugglega, ef maður hefði vitað þetta, þá hefði líka örugglega verið miklu erfiðara að bara gleðjast og varpa öndinni þess á milli. Ef maður vissi, svo tekur næsta verkefni við. Þannig að Guð vissi alveg hvað maður var að gera. En það sem ég lærði semst í þessari ferð var náttúrulega heilmargt, en mig langar að tala um tvennt. Náttúrulega í fyrsta lagi að ég get miklu meira en ég held stundum og í öðru lagi að vera meira í núinu. Taka bara eitt skref í einu, eina brekku í einu og einn dag í einu. Að því ég veit að Guð er og verður með mér. Hann gefur mér styrk og hann leiðir mig áfram. Eins og segir í uppáhaldsljóðinu mínu, lofar Guðs, sem ég þuldi aftur og aftur og aftur í brekkunum á Ítalíu til að komast upp. Sko ég fæ ekkert leið á þessu ljóði og ég vona að þið fáið það ekki heldur, að ég ætla að lesa það margoft og ég ætla að enda á því líka núna. Lofar Guðs. Ég aldrei hef lofað að brautin sé bein og blómskrýtir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf því ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofað ég hef að leiða þig sjálfur hvert einasta skref. Dýr sé Guði föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Gafst mér Jesús gleð og frið, ég gat sem barn þig tala við og sorgin aldrei yfir sálu mína. Tilveran var traust og hlýt, hægt var loftið, hvergi ský og tilvalið að rópa halleluja. Halleluja, halleluja.
Oft var kalt og oft var heitt, ei skildi þetta neitt, en samt ég reyndi að segja halleluja, 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 Við höfum langan veg, ljúfi Jesús, þú og ég, þú gafst mér styrk, ég stóð í skjóli þínu. Vinir brugðust von og þrá, varstu drottinn en mér hjá, skilið mitt og skuldur, halleluja. Frábært. Heyrðu, þá er komið að bænastund og við höfum þann háttin á hér Linda kirkja, við eigum bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þær bænir sem á okkur hvíla bara í huganum til Guðs og meðan þær syngja fyrir okkur fallegan sálm. Svo vil ég benda á bænaaltari hérna aftast, það er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum og eins skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina. Svo er hérna hópur á 50 smotnum sem biður fyrir öllum bænarefnum.
Miskunnsami Guð, þú þekkir okkur hvert og eitt og veist hvað verkefni við erum að fást við. Viltu gefa okkur styrk, hugrekki og þrautseigju. Takk fyrir að þú ert alltaf með okkur og leiðir okkur hvert skref. Viltu líka hjálpa okkur að bera hvert annars byrðar. Gefðu okkur hlutdeild í hjartagesku þinni. Látt okkur finna miskunnsemi og lifa í henni og iðkana eins og þú sýndir okkur í Jesú Kristi. Við biðjum líka fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Ég vil sérstaklega biðja þig að vera með henni Rósalind okkar úr kór Lindakirkju, en bróðir hennar Gísli Ölver Sigurðsson lést í nótt eftir erfiða baráttu við krabbamein. Viltu vera með eiginkonu hans, börnum, barnabörnum, tengdabörnum, foreldrum, systrum og vinum. Viltu umvefja þau með kærleika þínum og gefa þeim styrk til að takast á við næstu daga og vikur. Og við biðjum einnig fyrir öllum þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænum sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur. Mér langar að segja ykkur frá því næsta sunnudag. Þá verður séra Guðni Már með stundina og með Óskar verður hún Diljá Péturs syngja. Þannig að endilega fjölmennið. Þá með þið sem hefur auðvelt með rís á fætur og þykja blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá með við standa eða sitja og meðan við hlustum að loka lagið. Syngið með okkur. Gefum bara tónlistafólkinu gott klapp. Þá þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og takk fyrir stundina og segi förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já.